Já, þá ætlum við að víkja sögunni norður í land, undur og stórmerki í Svarfaðardal að okkur skilst. Þar að minnsta kosti eitt dæmi það að bóndi á Hofsá, Trausti Þórisson, hafi slegið grasið á túnunum sínum, hvorki sjaldnar né oftar, en 4 sinnum sem gæti verið heimsmet. Sæll og blessaður, Trausti, heyrðu í mér? Ég heyri þokkalega Björn, já. Þetta ekki rétt? Hefurðu einhvern tímann áður slegið túnuðinn 4 sinnum á sama sumri? Nei, þetta í fyrsta skipti, en við kannski drögum aðeins úr þessu að þetta eingöngu eitt tún að ræða. Já, en segir sína sögu. Þú segir undur og stórmerki, ég held að þetta sé nú kannski engin undur og stórmerki, þetta ábyggilega algengt á Suðurlandsundirlendinu og hugsanlega inn í Eyjafirði. Já, en þú býrð í Svarfaðardal. Ég býr í Svarfaðardal, já. Var sprettan í sumar með eindæmum? Já, hún var bara mjög góð. Já. Það lagðist allt á eitt, það náttúrulega þessi 3 element sem þarf til þess að gras vaxi, það raki, hiti og næring. Við höfum stjórn á næringunni en aðrir máttu vel sjá hitt. Já. Og þau voru okkur hliðhöll í sumar. Já. Sko í sveitinni minni, Mývatnssveitinni í gamla daga, þá slógu menn bara 2 svar. Hefur þetta verið að taka breytingum núna hinn síðari ár? Já, ef við förum aðeins lengra aftur í tíma, þá slógum við náttúrulega bara 1 sinni. Það var svona normið. Já. En það kannski það sem hefur breyst á síðari árum náttúrulega að heifinutækin eru orðin stærri og afkastameiri. Þannig að það gefur bændum tök á að slá oftar. Já. Hvenær slóstu fyrst? Þetta tiltekna tún sló ég 29. maí. Og hefur einhvern tímann hafið heiskap svo snemma? Nei, aldrei. Nú þannig að hver fyrirsögn og fættur annari? Ég hef sagt í gríni í sumar að þennan anskott að gera ég aldrei aftur. Nú, akkur ekki? Nú þá þarf maður að slá 4 sinnum. Já, maður byrja svona snemma. En þú er ekki slegið til einskis þá, var ekki bara orðið ágætlega sprottið? Jú, það er svo sem ekki mikið á því núna í fjórðaskiptið en það eru kannski 5 rúllur á hektara. Já. Þér finnst þetta nú sjálfu merkilegt. Ég sá þú skrifa þér Facebook-status þetta. Það maður skrifa nú oft bölvaða vitleis á Facebook sem ekkit endilega merkilegt. Nei. En svona fyrir okkur sem að sprettum upp úr sveitum landsins og erum kannski komin yfir meðanaldur, þá eru þetta sögulegar staðreyndir að bændur, þú nefnir Sunnlendinga sem að náttúrulega búa kannski aðeins að öðrum veðurskilurðum og öðrum jarðvegi en sem sagt ekki harðbýlt í Svarfaðardalnum á köflum enn? Nei, ég vil nú kannski ekki halda því fram en það getur vissulega að vera snjóþungt hérna. Já. Og ég hef alveg upplifað það að hér meters fönn yfir öllum túnum þegar Sunnlendingar eru byrjaðar að slá. Það hefur komið fyrir. Einmitt. Þannig að manni finnst þetta nú líka merkilegra í því ljósi. En sko, hvað er þetta það eina sem þú ræktar? Grasið ofan í kýrnar þínar? Nei, ég er með aðeins kornrækt líka. Kornrækt? Já, bygg. Hvað gerir maður við bygg ef vel árar? Maður sússar það og gefur bara eins og fóðurbæti. Þetta er í raun og veru bara orka. Já, og þá sleppur þú semst við að kaupa fóður sem annars kostar. Já, ég minka kannski fóðurbætiskaupa aðeins á móti. Já. Það kemur aldrei í staðin fyrir fóðurbæti. Það eru svo mörg næringarefni sem vantar í kornið í raun og veru sem í fóðurbæti. Já. Steinefni og ýmislegt. Hvernig var kornuppskeran þetta sumar hjá þér? Var með mesta móti. Já. Sko, er ekki rétt hjá mér að landbúnaðarráðherra og einhver fyrirminni hafa verið að hvetja bændur til að auka kornarækt en þú ert kannski á þeim slóðum sem að það er svona rússnesk rúlletta en nú kannski aðeins og gróft orðalag en það er ekki á vísan að róa er það í Svarfaðardal með kornarækt? Nei, alls ekki. Við í raun og veru munum ekki taka þátt í að rækta bygg til manneldis hér í Svarfaðardal.
Nei. En þetta getur alveg orðið þokkaleg búbót í búskapnum. Já. Hvenær hófstu kornrækt? Það var einhvern tíðan upp úr aldamótum, minnum mig, sem við stofnuðum kornræktarfélag hér í dalnum. Já, stofnuðum sérstakt félag. Já, menn voru fullir áhuga og eldmóði á þessum árum og það komu þarna nokkur þokkalega ár og við vorum sjálfsagt með korn í 100 hekturum þegar mest var. Já. En síðan náttúrulega dalar áhugin eftir því sem áföllin dynja yfir. Ef að menn missa akrana undir snjó eins og gerðist nú einhvern tímann í kringum 2005 minnum mig. Já. Þannig að það eins og þú segir, það ekki á vísun að róa. Og þú ert ekki miklum plús kannski, hvað varðar kornræktina frá fyrstu uppskeru til sumarsins í ár? Nei, alls ekki. Ég sé fyrir neðan núllið. Sér fyrir neðan núllið. Sko, það ekki líka rétt hjá mér? Þetta náttúrulega svolítið áhættu iðja að vera bóndi og í þessu landi kannski meiri áhætt að vera bóndi í Svarfaðardal heldur en á Suðurlandi, ég veit það ekki. En manni það ekki rétt að það sé ekki langt síðan það stór kól hjá þér? Það er ár síðan. Það er bara ár síðan? Það er bara ár síðan. Já. Og þá bara, hvað gerist þegar kelur? Hvað gerir maður þá? Þá bara blæði maður og sáir upp á nýtt. Já. En þú fékkst ekki uppskeru af hluta þíns lands vegna kals í fyrra? Ég fékk aðeins uppskeru, það kallað að skjólsáði höfrum, þannig að ég fékk uppskeru af höfrum. Já. Og grænfóður í raun og öðru af þessum túnum. Já. Bændur eru tryggðir fyrir kali eða hvað? Ekki kannski beint tryggðir en við getum sótt í Bjargráðasjóð og ríkisvaldið var okkur hliðholt og lagði inn fjármagn í Bjargráðasjóð svo hann gæti hjálpað okkur gegnum þessar hremmingar því að vissulega voru þetta í raun og veru náttúru hamfarir sem við erum fyrir. En þú færð enga bætur þegar kornuppskeran bregst? Nei, ég kannast ekki við að maður tekur það nú bara á kassan. Já, en þegar Heyfengur bregst vegna sumar ótíðar, hvað gerist þá? Já, þá getum maður sótt í Bjargráðasjóð ef að kali fer yfir 25% af heildar flatarmáli þá tikka maður inn þar. En ef það væri bara rigning allt sumarið, ekkert kal, þú myndir ekki ná neinum heyfing? Nei. En það svo sem sprettur í rigningatíðu þá verða hegin bara blöyt. Já. Og leiðilegur fyrir vikið. En hefur eitthvað með allt þetta hegi að gera núna, Trausti? Hugsanlega, ef að næsta ár verður slæmt, það veit maður aldrei. Þetta geymist? Þetta geymist, já. Kannski í 2-3 ár. En má flytja hegi á milli svæða og selja? Ekki úr Svarfaðardal, við mögum ekki selja því að þetta er skilgreind sem riðusvæði. Þannig hér má ekkert hei fara út úr dalnum en við getum keypt hei og sem ég náttúrulega gerði mikið í fyrir sumar. Einmitt. Við vorum hérna við Rauðaborðið í beinni fréttaútsendingu fyrir svona 2 vikum að ræða einhver mál sem snertu bændur og tengjast landbúnaði og hérna ég nú alltaf fulltrúi landsbyggðana því að eins og ég nefndi það þá náttúrulega ég bóndasonur úr Mývatnssveitinni og ólst upp við landbúnað. Ég var í tengslum við þá umræðu þá var ég að segja að það væri nú ekki sjálfgefið að það yrði nýliðun í þessum búgreinum sem hér eru stundar því svona það sem ég sé í kringum mig það náttúrulega ennþá þessi langi vinnudagur og mikil binding og óvissar aðstæður samanber þetta sem við höfum verið að ræða hér núna þetta hálfgerð klikkun að vera bóndi árið 2025 þegar flestir þéttbýlisbúar heimta að vinnuvikunni ljúki bara klukkan 14 á 50 degi? Já, klárlega, þetta er klikkun.
að standa í þessu. Nei, þetta hefur sinn sjarma líka, en þetta er náttúrulega vinnudagur langur, eins og þú kannski veist. Já. Og við erum í raun og veru alltaf á bakvakt, allan sólarhringinn. Já. Já. Þannig að ég hoppaði ekkit hæð mína í loft upp þegar ég las styttingu vinnuviku, því að hún skilaði sér ekki inn í sveiti landsins. Hún skilaði sér ekki inn í sveiti landsins. En alls ekki. Nei. Hvernig svona með ungt fólk og búskap? Ég heyri það stundum í minni sveit að bændurnir segja að börnin þeirra hafi kannski ekkert mjög mikið áhuga á að taka við einmitt með vísan til þess sem við séum að ræða. Fólk farið að venjast því að vinnudegi bara ljúki 4:00 og vil bara sinna sínu eftir það. Þetta staða í íslensku samfélagi? Já, það held ég alveg klárlega. En því betur þá eru til einstaklingar sem alast upp í sveit sem hafa áhuga á að taka slaginn. Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er slagur í áratugi í raun og veru. Já. Að byggja upp og hasla sér öll í íslensku landbúnaði. Þú svo heppinn að eiga einhver afkomendur sem hafa áhuga á að taka við? Já, ég svo heppinn. Já, einmitt. En það er ekki sjálfgefið? Það er alls ekki sjálfgefið og ég ætla ekki að leggja það á börnin mín og íta á þau að taka við. Þau þurfa að gera það algjörlega fúsum og frjálsum vilja. Já. Sko nú Framsóknarflokkurinn að þurrkast útrausti og rödd bænda er nú ekki sterk í samfélaginu. Ekki ýmis svona álitamál sem að brenna á ykkur bændum og greinni? Það er náttúrulega bara klárlega afkoman. Hún þarf að vera ásættanleg. Já. Þetta er nákvæmlega eins og í sjómannastétt að margir sjómenn eru með þokkaleg laun og þau þurfa að vera góða því að þetta er mikil vinna. Já. Og við þurfum náttúrulega að sjá til sólar í raun og veru til þess að okkur líði vel í því sem við erum að gera. Hvað heldur með ESB? Ég er á móti ESB eins og all flestir bændur. Já. Ég held að það myndi ganga ansi nærri íslenska landbúnaði. Það myndi kannski ekki þurrka hann út en það myndi ganga nærri hann. Ég ímynda mér að hlutirnir getur farið svipað og gerist til dæmis í Svíþjóð að menn í raun og veru bara gáfust upp gagnvart innflutningi frá sameiginlegum mörkuðum og landbúnaði dróst töluvert mikið saman þar. Já. En ef við tækjum 500 bændur og myndum svona greina hlutskiptið þeirra, hve margir eru að hokra og hverjir hafa það fjandi gott og hvað þarf til þess að maður hafi það gott? Sko, til þess að þú hafið það fjandi gott þá þarfstu bara að vera helvíti góður bóndi. Já. Þú segir það bara hreint út. Já. Og ef maður skoðar til þessir ekstra niðurstöður milli búa þá er munurinn ansi mikill á rekstrar afkomu og það getur, við erum að tala jafnvel 1 til 2 milljónir á mánuði sem munur á kannski samsvarandi jafn álíka stórum búa. Já. Það bara hins og allavega nýtt að hún sé meiri frá... Þetta er náttúrulega bara hangir alltaf sömu spýtunni, nýtt og hvernig þú ferð með. Já. Og bara ákvarðanatöku að það eru margar ákvarðanir sem það er að taka. Já. Ég heyri stundum á meðal ungs fólks að dreifbýlið kallar, það er náttúrulega húsnæðiskrísa hérna í borginni, ungt fólk sér illa fram á að geta fjárfest í húsnæði og sumpart finnst mér nú aðeins meiri stemning fyrir lífi, búsetu og störfum út á landi hér heldur en hefur verið. Ég veit nú samt ekki hvort þetta er nokkuð nema tilfinning, kannski ekki stutt neinum rökum. Er þetta svona eitthvað sem að þú tekur undir? Gæti jafnast aðeins aðstöðumunur dreifbýlis og þéttbýlis í framtíðinni? Já, klárlega og ég hef trú á því að það geti alveg gerst. Allavega þegar við horfum á húsnæðisverð á stóru Reykjavíkursvæðinu þá náttúrulega það ýtir undir í rauninu og það hjálpar náttúrulega líka til að margir geta unnið í raun og veru að heiman, hvar sem er.
Já. Það hjálpar. Klálega. En einn er sá hlutur sem er svona slitbænda. Er það ekki staðreind að margt fólk sem að vinnur við landbúnað hér í þessu landi, það er nú bara býsna illa farið, hvað maður segja, bara upp úr 50 af ómiklu líkamlegu vinnu álagi? Jú, það er ekki hægt að neita því. Ég er nú orðinn 60 og ég er alveg farin að slitna. Þú ert farin að slitna? Ég er farin að slitna svona, já. En er einhver umræða vinnubrögð, hvernig hægt er að svona bæta stöðuna? Kannski er í einhverjum tilvikum að ræða að fólk ber sig ekki nógu vel að. Er þetta mál sem er rætt innan? Já, þetta hefur verið rætt og er í sífelldri skoðun, og þetta náttúrulega eru hjálpatækin orðin mörg til að létta manni störfin. Mjaltaróbótarnir náttúrulega komið mjög sterkir inn í raun og veru að létta okkur vinnuna. Þú ert með mjaltaróbóta? Já, ég er með mjaltaróbót. En það er ekki með að vera svo gervigreindir að þeir bara taka þig yfir? Já, það er allt í lagi þegar maður er komin á 70-saldurinn. Þá kannski væri það bara allt í lagi ef ég fengi meiri frítíma í staðinn. Já, einmitt, þú heldur að saga myndi endilega fara svo vel. Það er ekki að vera bjassínir. Jú, einmitt. En Trausti, heldur að þú eftir að upplifa þetta oftar, svo við förum nú aftur heim að upphafi samtalsins, að slá 4 sinnum? Það fer eftir bara veðurfari í raun og veru. Ef við erum að sjá þessar breytingar á veðurfari og þær eru komnar til að vera, þá er aldrei að vita. En svo eru aðrir sem eru að boða hamfara kólnun hér á norðurhveli, og þannig að Þú færi kannski 5. sláttin næstu 20-30 árin, en svo slærðu kannski bara ekkert meir. Ef ég fæ 5. sláttin, þá held ég að sé komið tími til að snúa sér að einhverju öðru. Trausti Þórisson, kæra þakkir, bóndi á Hofsá í Svarfaðardal fyrir spjallið, og ég bið að heilsa þér og þínum með bestu kveðjum í fegursta dal landsins. Og þakka þér, ánægjan var mín. Nú, þá er dagskráni okkar lokið, kæru hlustendur og áhorfendur. Við höfum farið yfir víðan völl eins og oft er í þessum þætti, og hressandi og jarðtengir mann svolítið að ræða við bónda norður í landi landsins gagn og nauðsynjar. Ég vil minna ykkur á það að ef þið sjáuð ástæðu til þess að hampa efni samstöðarinnar, þá getur það hjálpað okkur. Ef þið deilið efni okkar á Facebook, YouTube eða með öðrum hætti. Það er ennþá til Íslendingar sem að vita ekki að samstöðin er í loftinu. Stundum heyrum við af nýjum notendum sem að verða mjög hissa á því hvað hér er boðið upp á mikla dagskrá. Og vonandi vandaða, maður heyrir þar líka stundum, og minni einnig á að það er hægt að styrkja okkur ef þið farið inn á samstöðin.is. En við segjum þetta gott í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.